að leggja til lausnarbeiðni Hildar Sverrisdóttur sem 17. dagskrárliður á þessum fundi og þá tekur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir til máls. Fíni forseti og borgarstjórn. Mér langaði bara örstutt að fá að kveðja. Það margt skrítið. Ég ekki kannski búin að vera hérna það lengi og mér líður svona eins og ég hafi kannski ekki verið alveg nógu lengi. En stundum lífið þannig. Þannig að hér stend ég nú og hef tekið sæti á Alþingi og mun snúa mér alfarið að því og þeim verkefnum þar. Ég var aðeins svona að hugsa hvað ég ætti að segja við ykkur svona sem mín lokaorð hér í þessu púlti. Það auðvitað margt kannski svona efnislegt sem mann langar að fara yfir. Það sem hefur helst verið að berjast fyrir og ég held að ég geti súmerað upp með orðinu frelsi. Ég held að eiginlega á einn hátt eða annan svona flest það sem ég hef tekið fyrir, allavega svona sem ég hef svona tekið upp á mína arma hefur verið einhvern veginn frelsistengt. Ég vonandi held því bara áfram á Alþingi. En ég ákveða að fara kannski ekki mikið meira efnislega í þetta öðru leyti nema bara lifi frelsið og ég vona að þið haldið því í heiðri. En mér langaði aðeins að tala hitt uppáhaldsefni mitt sem formið og stjórnskipanin og hvað við erum að gera hér. Og mér langaði þar sem að það virðist vera svona þema dagsins að ég rifja upp gamlar tillögur að það langaði mig mjög óformlega og mjög vinsamlega að rifja upp gamla tillögu mína hér, þar sem ég lagði til að borgarstjórnarfundi myndi byrja á einhvers konar óundirbúnum fyrirspurnum með einhvers konar umræðu í hálftíma eða svo. Mér langar örlítið að fjalla þetta, burtséð frá þessari tillögu, en bara svona kjarnan í þessu. Og ég hef nefnilega verið að hugsa þar sem ég hef aðeins núna í nokkra vikur setið á Alþingi. Og ég verð að fá að segja að mér finnst svolítið merkilegt að upplifa að það síst minna mikilvægt það sem við erum að sýsla hér alla daga. Allt frá menntamálum eða skipulagsmálum eða velferðarmálum. Þetta eru risastór hagsmunamál borgarbúa sem eru oft miklu nær borgarbúum heldur en það sem mögulega verið að sýsla á þingi. Og ég ætla að leyfa mér til dæmis að fullyrða bara sem dæmi að flest það sem við ræðum hér skiptir meira máli heldur en til dæmis ef ég góðfúslega nefni sem dæmi alls konar lagafrumvarp þjóðfána, innlendra eða erlendra, jafnvel áfengisfrumvarpið, jafnvel alls konar. En það sem mesti munurinn þarna á að allt það sem gerist á Alþingi, hversu lítilvægt það það fær athygli, það fær umræðu, það fær fjölmiðlaumfjöllun og fólk almennt nær þeirri umræðu og þeim ákvarðanatökum. Og mér þykir það mikil synd. Og ég vil bara sem þá svona mín loka orð hér í borgarstjórn hvet ykkur til dáða að hafa þetta form hér aðgengilegra. Sýna borgarbúum meira hvað við erum hérna að takast á. Pína okkur pínu í að kjarna það niður í 1 eða 2 mínútna ræður til að almenningur, borgarbúar, fjölmiðlar og bara lýðræði fá aðeins meiri aðgang að þeim mikilvægum málum sem vissulega hefur verið unnið að hér og verður hér áfram. Að því sögðu hvet ég ykkur til góðra verka og þakka innilega fyrir samstarfið. Það hefur yfirleitt verið mjög gott. Það hefur auðvitað stundum verið tekist á og ég held að við höfum þá bara verið öll jafn erfið svona þegar því var að skipta og það bara eðlilegt. Þannig að ég segi bara kannski í ljósi þess að ég kom fyrst inn í
borgarstjórn í því umróti og svona pólitísku breytingu sem fylgdi til dæmis komið Bestaflokksins hérna inn, þannig að ég er að hugsa að kveðja með því að segja takk og góða ferð og ég mun halda áfram að kjósa Reykjavík. Takk. Það er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarstjórn. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að styðja lausnabeiðni Hildar Sverrisdóttur en með semingi þó. Ég óska hennar alls velfarnaðar í störfum á Alþingi sem þingmaður Reykvíkinga og bjartarheiðin á því er að þar fær þingið þingmann sem að hefur innsýn í borgina og borgir, skilur borgir. Hildur hefur verið hér viðloðandi í 7 ár, að segja má, í allskyns ráðum og lagt gott til og fyrir það vil ég þakka. Ég lét reyndar aðeins rifja upp að mér sýnist svona í stuttu máli að hún hafi hafið sín pólitísku afskipti í grasrótinni og verið hjá jafningjafræðslu ITR og í sérstöku vímuvarnarátaki menntamálaráðuneytisins svona í upphafi en einbeiti sér núna að aukinni áfengisneyslu fullorðinna en ég held að ég muni það rétt og það sé alls ekki mitt að fara út í einhverju svona pólitískar skýringar en þegar framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins sem var ekki auðvitað þakka á þessu ræðustól kvaddi daginn þá sagðist hann sakna frjálslyndra viðþarfa í borgarstjórnarflokknum og ég held að sá armur sé ekki að styrkjast með brotthvarfi þínu en ég vona þó að þær raddir heyrist úr Sjálfstæðisflokknum áfram því að þær raddir eru mikilvægar og borgir eru í raun brjóstvörn umburðarlyndis og frjálslyndis og fjölbreytileika og leiðir okkar málefnalega hafa alltaf legið saman í þessu. Það þurfti kjark að vera einn þeirra borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem stóð með aðalskipulaginu á síðasta kjörtímabili. Það var mjög mikilvægt fyrir borgina til langra framtíðar að mínu mati en líka sýndi vel úr hverju þú ert gerð, stendur með þínu, ég er ekki alltaf sammála en rökræðan er alltaf góð og nærandi, allavega fyrir mig. Þannig að takk fyrir kærlega og gangi þið vel og nýjum vettvangi. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi. Það er alltaf einhver tímamót að kveðja borgarfulltrúa, gleðileg en líka kannski tregafull. Og ég held að sé öllum hollt að skipta reglulega starfsumhverfi og ílengjast ekki. Og þetta er ekkert pilla til Dags borgarstjóra eða Kjartans Magnússonar. En ég vil kveðja Hildi á fallegan hátt af því hún er fallegur félagi. Hún er alltaf málefnaleg, alltaf rökföst, oftast rökföst. Og það þarf auðvitað ekki að taka það fram að við erum ósammála. En Jesús er líka oft ósammála sambýlismaka mínum. Við erum bæði ósammála og sammála. Og það er eðli stjórnmálanna að takast á hugmyndafræði og ræða okkur niður á einhverja niðurstöðu, stundum texta, stundum ekki. Og ég held að við Hildur séum oftar sammála en marga grunar, frekar en ósammála. En það er alltaf gaman að eiga í samtali við þig og samtali við þig, Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi, og vil ekki fá ávíti frá forsetanum. Og ég held að þú sért sá borgarfulltrúi sem að ég hef mætt hvað oftast í viðtölu með. Á sínu tíma þá voru við þessi fyrstu varaborgarfulltrúar sem vorum stundum kallaðir til.
kannski þegar það náðist ekki í borgarfulltrúa, ég veit það ekki, það skal ósagt. En það var alltaf gott að eiga í samtali við þig, að þú ert sanngjörn, þú ert tilfinningarík og ég held að þér eigi eftir að farnast mjög vel á Alþingi, því miður. Einn vinur minn sem frjálshyggjumaður, hann segir alltaf við mig þegar ég of dugleg, nei, stjórnmálamenn eiga að gera sem minnst. Þeir eiga að vera svolítið latir. Og ég vona þá, með þessum orðum þá get ég sagt að þið eru náttúrulega svolítið umhugað frelsið, að þið farnist þá vel í letinni. Og það var eiginlega helsti kostur síðustu ríkisstjórnar. Það sagði Steingrímur J. í ræðupúlti hvað hann væri verklaus. Það væri nú hennar helsti kostur. En við skulum ekkert vera pólitísk sérstaklega. Þú hefur alltaf verið góður félagi, þó ekki í sósíalískri merkingu þess orðs og ég óska þér alls hins besta á nýjum vettvangi og við höfum eftir að sakna þín. En svo vil ég líka kannski minna okkur á og þá kannski fyrst og fremst sjálfa mig á að það er engin ómissandi í stjórnmálum. Það er gott að minna sér reglulega á það. Gangi vel. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, borgarstjórn og forseti borgarstjórnar. Það verður alltaf smá væmið þegar við erum að kveðja góða félaga, það verður bara að hafa það. Það er alltaf að vera smá væmið. En ég var að hugsa að byrjaðar á kvæði til yrkjadilunar Hildar en komst aldrei lengra en bara línan hún er skörp og snörp. Það er náttúrulega ekki mikill kveðskapur, en þó eitthvað, það er byrjun einhverju. Og ég myndi bæta það líka við að hún er hugrökk og hún er með frábært hár. Skemmtileg og prinsippmanneska og það er ekkert ægilega mikið af þeim held ég, finnst mér og held ég í stjórnmálum, mætti vera meira. Mér finnst það verið einkenni á Hildi að taka alltaf svona prinsippumræðu og þetta getur prinsippumræða stundu verið smá innantóm en og það er líka svona prinsippumræða frjálshyggjunar er oft mjög krítísk en það sem skortir á stundum finnst mér er það að hún er ekki krítísk og eigin forsendur. Af því hennar eigin forsendur eru þrátt fyrir allt til dæmis að það þarf sterkt ríkisvald til að virða og vernda eignarréttinn, til að vernda viðskiptafrelsi og alls kyns svoleiðis hluti. Svo ég nefni bara eina smá brotalum sem hefist í þessu. En mér finnst það samt frábært hvað Hildur hefur verið dugleg að minna okkur á bara svona hluti eins og frelsi og dómgreind einstaklingsins, trú á það. Það dæmi, dómgreindina. Og við höfum verið saman í umhverfis- og skipulagsráði lengi og það har bara verið mjög fínt. Alltaf málefnileg þar og yfirleitt gott eitt til að leggja í umræðuna. Mér fannst reyndar lógískt eftir að hafa hlustað á hana Hildi áðan að hún ætti kannski bara að vera hér og því að hér eru mikilvægari málefni til umræðu en auðvitað virðum við þessu ákvörðun að færa sig set. En allavega, ég mun sakna þín Hildur en við munum örugglega sást einhvern tímann aftur, til dæmis rétt og eftir. Það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn, þá þarf maður að kveðja einn félagann, ekki í sósíalískum skilningi, svo það komið fram líka, en ég þarf kannski ekki að taka það fram ólíkt borgarfulltrúum Líf Magnúsdóttur. Mér er það ekki tamt að tala félaga í þeim skilningi. En já, það er erfitt að vera
ekki smávæmin í svona tilefni af því að maður að vinna náið með fólki í mörg ár og að takast á og það myndast ákveðin tengsl. Og maður fer að rifja upp mín borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir, manneskja sem að ég kannaðist við áður út frá tjáningu á opinberum vettvangi sem að mér þótti oft mjög áhugaverð og góð. Svona frjálslyndar áherslur, gagnrýni á valdið, það sem að ekkert var undanskilið, til dæmis ekki lögreglan. Mitt sérstaklega minnistætt að gagnrýni á svona greining frá öðru sjónarhorni á ímyndarsköpun lögreglunar sem að væri mögulega til þess fallin að fela það að í eðli sínu er þetta valdbeitingarstofnun. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom aðeins inn á að frjálshyggjan sé kannski ekki alltaf gagnrýnin á sínar eigin forsendur, kannski stundum og stundum ekki, en fyrir mér eru forsendurnar stundum þannig að jú, það er ákveðnir hlutir sem eru kannski mikilvægir, ákveðnar valdastofnanir þurfa að vera til að verja hitt og þetta og sjá hitt og þetta, en forsendur eru alltaf að passa mörkin, sko, að vera svolítið gagnrýnin á það, hvar mörkin eru, vera alltaf, sko, alltaf meðvitaður meðli valdsins. Nú er ég orðinn ansi heimspekilegur, sem er kannski allt í lagi á svona tímapunkti, en líka þessi spurningum að fara að hleypa fleirum að. En allavega, borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir hefur náttúrulega setið í ráði mínu, Stjórnskipunar- og lýðræðisráði, og hefur verið skemmtileg þar. Að því leyti að hún hefur verið gagnrýnin og spurt forsendur og passað formið. Formið getur skipt máli. En ég held að þingið mun ekki eiga síður við þarna en þessi vettvangur og jafnvel mögulega betur. Þannig að ég óska henni bara velfarnaðar í þessu nýja starfi sínu og þakka fyrir samstarfið. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er að sjálfsögðu með mikill eftirsjá sem við kveðjum Hildi Sverrisdóttur borgarfulltrúa hér í borgarstjórninni. Og hún hefur náttúrulega verið algjörlega frábær liðsmaður í borgarstjórnarhópi Sjálfstæðisflokksins og talað fyrir málum og tekið inn mál sem að er alltaf nauðsynlegt að vekja athygli á. Og mér fannst gott hjá henni að hér í sinni síðustu ræðu að nefna einmitt eina af svona mörgum skemmtilegum tillögum sem hún hefur talað fyrir og áhugaverðum, og það var þetta með fyrirspurnatíma í upphafi borgarstjórnarfunda. Ég er alveg viss það að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem áfram verðum eitthvað, að minnsta kosti, munum minna á þessa tillögu aftur, sem og fleiri tillögur sem að Hildur hefur haft frumkvæði að því að koma með hér inn. Hvort sem það er tillagan sem áfengisfrumvarpið sem við ræddum áðan og tengsl við aðalskipulag, tillaga það að geta verið með gæludýr á veitingastöðum og í almenningssamgöngum og ýmislegt fleira sem að þegar maður skoðar í stóra samhenginu, bæði frelsismál en líka bara oft bara dæmum mál sem eru svolítið sér íslenska, sem að við erum svolítið sér íslensk með það að vilja ekki fara á sama stað og bara margar þær þjóðir sem við erum að miða okkur við. Ég er þakklátur Hildi fyrir að taka þessi mál upp og fyrir það hversu einörð hún er hér í sínum málflutningi og góð málflutningsmanneskja í borgarstjórn. Góðu félagi, gott að vinna með henni. Og
Ég geti endalaust haft fleiri orð það. Ég þekkti Hildi ekki mikið áður en ég tók sæti í borgarstjórn, þó einhvað. Og kynni okkar hafa auðvitað bara vaxið og dafnað og ekkert nema allt frábært þau að segja. Ég hef tækifæri og við ætlum að auðvitað kveðja hana enn betur á eftir. Og ég held að ég sé ekkert að hafa þessi orð fleiri okkar frábæra félag og liðsmann sem að færi sig yfir Vonarstrætið og heldur auðvitað áfram að tala fyrir góðum málum þar í þágu borgarbúa og landsmanna allra, veit ég. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar að segja nokkur orð og kveðja hana Hildi, borgarfulltrúi Hildi Sverrisdóttur. Ég þakka þér bara kærlega fyrir samstarfið. Það hefur verið gaman að starfa með þér í minnihlutanum. Hún hefur lagt fram margar skemmtilegar og flottar tillögur og sérstaklega þá tillöguna óundirbúinn fyrirspurnatíma sem ég er mjög hrifin af og vonandi náum við að samþykkja á þessu kjörtímabili. Ég hef haft gaman að hvað Hildur málefnaleg og mælsk. Það er gaman að hlusta á hana í ræðustól. Þannig að það hefur verið mjög skemmtilegt og ég tel að við Reykvíkingar séum mjög heppin að fá Hildi á Alþingi því að það þarf auðvitað líka að tala málefni Reykjavíkur á Alþingi alveg svo hér. Þannig að bara þakka ég kærlega fyrir samstarfið og bara vegna þér sem allra best. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg. Nei, býttu nú við, sem ekki hún, ég ruglaði alltaf saman. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar, kæra Hildur, ég vil þakka þér kærlega fyrir samstarfið og ég þekkti þið ekkert á henni komið borgarstjórn og kynntist þér líklegast allt og seint, en það sem ég hef fengið að kynnast bara af henni góða. Og það mér mjög minnisstæðar umræður okkar núna í haust í Hagaskóla þegar við vorum að ræða launamál, launakjör borgarfulltrúa og vinkil, meðal annars kvenréttindavinkil þar inni. Ég tek undir með þeim borgarfulltrúum sem hér hafa komið og sagt fyrir þér hrós hversu rökföst og málefnaleg þú ert ekki bara í ræðustól, heldur líka í riti og þegar við höfum talað saman. Þannig að ég óska þér velfarnaðar á hinu háa Alþingi og ég vona að þú vinnir landi og þjóð þar mikið gagn og síðast en ekki síst auðvitað Reykvíkingum. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara eins og aðrir félagar mínir í borgarstjórn taka undir mikla þakki fyrir ánægjulegt samstarf við þig, Hildur, á síðustu árum hérna í borgarstjórn og óska þér velfarnaðar á nýjum vettvangi. Þú hefur verið mjög öflugur talsmaður fyrir frelsið í borgarpólitíkinu og reyndar í landsmálum líka og það er mikilvægt. Frelsið er mjög mikilvægt, ekki síður fyrir okkur jafnaðarmenn sem að hvílum á þessum þremur stólpum, frelsi, jafnrétti og það sem að kalla bræðarlag í gamla daga en er eiginlega svona einhvers konar samábyrgð okkar allra. Og skilaboðin sem að þú hefur fært okkur sem að við þurfum að muna eftir og eru mikilvæg er ekki síst þau að stjórnvöld hvort sem að er á landsmálasviðinu eða í borginni þurfa að þekkja sín takmörk og muna eftir því að ganga ekki of langt inn í ákvörðunarrétt og sjálfsákvörðunarrétt fólksins í borginni, einstaklingana í borginni og það er mjög mikilvægt að hafa það í heiðri í okkar störfum. Þú hefur verið mjög kraftmikill, frísklegur málflutningsaðili fyrir þín sjónarmið og þína hugmyndafræði og það er bara mjög gott og mér finnst þú ofta að vera glúrin sjónarhorn á
mál sem hafa vakið mann til umhugsunar. Það mikilvægur eiginleiki í pólitíkinni. En ég bara tek undir það sem aðrir hafa sagt. Þakka kærlega fyrir gott samstarf og óska þér velfarnaðar á nýjum vettvangi. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Ég langaði bara að koma hér upp og fá óska þér innilega til hamingju með að vera kjörinn þingmaður. Ástæðan fyrir því að ég gat ekki fylgst með þessum síðasta málflutningi þínum var að ég var að kveðja kæra vinkonu mína sem er látin. Þannig að mér finnst því kannski fullt dramatísk hér. Þetta er í rauninni mjög gleðilegt að Hildur sé að fara á þing og eitthvað sem hann hefur dreymt um. Og í rauninni er bara frábært. Mér hefur fundist gaman að kynnast borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur. Í fyrsta ráðinu sem ég var í hér var hún líka og við vorum báðar fyrstu varaborgarfulltrúar þannig að við áttum ýmislegt sameiginlegt. Mér hefur fundist hún hugrakk. Fyrsta sem ég sá til hennar var framboð í prófkjöri sem ég fannst flott og ég held að þetta hugrakki eigi eftir að fylgja henni áfram. Pólitík væri auðvitað ekki til ef við værum öll sammála. Við erum yfirleitt ekki sammála, en mér finnst Hildur Sverrisdóttir færa þannig rök fyrir máli sínu að þau eru bæði málefnaleg og vel úthugsuð og þá er allt í lagi að vera líka ósammála og stundum skiptum við kannski skoðun þegar málefnin eru þannig rædd, vonandi, annars væri lítill tilgangur í því að vera í pólitík. Þannig að já, ég held að þingið sé bara að fá mildilegan og staðfastan og heiðarlegan þingmann sem að við munum bara bera miklar væntingar til þó að þú sért ekki þingmaður fyrir minn flokk, þá ertu sannarlega þingmaður fyrir Reykjavík. Og af því að framkoma Hildar og í málflutningi og annað hefur yfirleitt verið svona frekar mjúkur og staðfastur, þá langaði mig að gefa heilræði sem að ég lærði í jóga einu sinni sem hljóða þannig, með leyfi forseta. Mýktin er hinn sanni styrkur. Það var borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá. Nei, það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nota tækifærið hér og þakka Hildi Sverrisdóttur borgarfulltrúa kærlega fyrir gott samstarf og vináttu hér á vettvangi borgarstjórnar. Það er óhætt að segja að styrkurinn sé sá að hún er góður ræðumaður og færir alltaf rök fyrir máli sínu og hún hefur líka þann eiginleika að hún finnur oft nýja fleti á málunum og það var þannig, ég man að það var þannig þegar hún bættist í okkar hóp og mörg málefni sem við þetta sinnum eru svona, þau koma reglulega til okkar og þess vegna er mikill kostur að fá manneskju í hópinn sem sér það með sínum augum og kemur með ný sjónarmið og nýja fleti á málunum. Það þetta hjálpar til þess að menn sjái svona sjónarmið hver annars og það hjálpar ekki síst til lausnar þegar það er að leysa mál því að þetta er þannig sem við veitum ekki borgarstjórnar. Innan flokka þarf að leysa mál þegar að menn eru að skapa sameiginlega stefnu og sameiginlega sýn og það hefur Hildi verið gefið í ríkum mæli. Það hefur líka alltaf verið skemmtilegt að starfa með henni og ég veit að þið eru öll þeirra skoðunar sem sitja hér í þessum sal og ég veit að þannig líka hugsaði manna víðar í borgarkerfinu. En hún er ekki að fara langt í sjálfu sér, hún er að rétt að stíga hérna yfir vonarstrætið en það eru fá skref en samt stóra því þarna er hún að fara yfir á allt annað stjórnsýslu stig. Það eru fjölmörg mál sem bíða úrlausnar.
menn binda vonir við að ríkisstjórn sem tekin við völdum, að henni farnist vel og leysi mörg vandamál og ég viss að Hildur á eftir að reynast á þingflokksfundum þar og sjálfu Alþingi. Mjög góður liðsmaður og koma með nýja sýn á mörg mál og verða þannig landi og þjóð til heilla. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar og kæra Hildur mín, borgarfulltrúi. Það eiginlega bara svona sárt að þú sért að fara og við erum nú búin að eiga ansi skrautlega sögu held ég hérna frá því að við hittust fyrst í einhverjum kosningaslagnum. Skrautlega, skemmtilega og í raun og veru höfum fylgst að alveg í gegnum það allt saman. Ég líti einhvern veginn ekki svo á að ég sé að kveðja þig neitt sérstaklega mikið því þú ert nú ekki að fara langt, finnst mér, hérna yfir götuna. Við munum ennþá vera í miklu sambandi og skiptast á skoðunum daglega meðan við svona hvernig þetta hefur þróast hjá okkur sambandið. Þá efast ég ekki að það muni halda áfram að vera þannig. En mér langar nú að taka undir að það er alveg ótrúlega mikið hugrekki sem fylgir Hildi. Hún lætur bara vaða og það kennir manni mjög mikið að sjá hana bara fleygja frá sér einhverjum hindrunum sem í raun og veru eru jafnvel ekki til staðar. Þó að manni svona líði eins og það séðar, þá hefur hún einhvern veginn bara svona einhverja getu og kraft að bara láta vaða. Og það er rosalega mikilvægt. Og ég veit hún mun alltaf halda áfram að nota þennan eiginleika þarna hinum megin og í flokksstarfinu okkar að sjálfsögðu. Svo er bara svo gott að sjá að sú sem var hérna orðin aðal varamaður í varamennsku eftir að ég var búin að mastera það fag, þá kom hún inn og tók við af mér en hefur nú einhvern veginn komist í aðalsæti svona mjög fljótt og mér finnst það frábært, náða mjög skilið og mun skila því hlutverki með sóma eins og öðru sem að hún hefur tekið sér fyrir hendur. Og svo ætla ég nú ekki að fara algjörlega að hágranna í þetta, að þetta er ekki jarðarför eins og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi kom inn á. Þannig við ættum auðvitað ekki að gera neitt annað en að gleðjast. Og ég held að sé bara komin tími til þess. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Borgarstjórn, kæra Hildur Sverrisdóttir, ég ætlaði nú var ekkert búin ákveða að koma hérna upp af því að ég var búin að skrifa svo fallega til hennar á Facebook fyrir 2 vikum þegar hún tilkynnti hún var að hætta. En þið getið bara lesið það þar. En af því að við Hildur höfum setið saman í mannréttindaráði og byrjum líka kjörtímabilið sem varamenn. Þá er það svo að fyrir utan að vera bara skemmtilegur samstarfsmaður, skemmtilegur félagi, þá er hún klók og fylgir sér. Öflugur fulltrúi í minnihluta í stjórnarandstöðu og fundist hún oft vera að nöska og finna svona veikleika í stórum sem smáum í okkar málflutningi og þannig að fyrir vikið stundum erfitt að fást við en það er bara svona verður andstæðingur þá leið að starfa með og oft hefur að vera þannig og ekki svo sem svona stór pólitísk hitamál inn á borði í mannréttindaráði en með hennar rökum hefur hún að fá mig til að breyta með afstöðu eða þá að lempast þannig að við höfum reynt að mætast ráðið þegar það hefur verið þannig, við höfum ekki verið alveg sammála með einhver afgreiðslur. Hún hefur reyndað stundum skilið með eftir, þegar ég hefur komin yfir á hennar hlið, þá er hún gerum þetta bara eins og var lagt upp með í byrjun. Einu tvisvar, en ég erfi það ekki.
Ég var að reyna að rifja upp áðan svona hvað stendur upp úr, og þá held ég að sé jafnvel ekki á þessu vettvangi heldur. Það var rosa gaman þegar senasta vor þegar við hittumst á Ölstofu í miðborg Reykjavíkurborgar og enduðum með trúnaðarsamtali heima á Ásvallagötu. Það var mjög skemmtilegt og sýnir kannski hvað starfið er lifandi, hvað við erum, þó við séum mjög andstæðum fylkingum, og þá erum við bara mannleg og félagar og getum átt góðar stundir þar fyrir utan. Og ég vona að við eigum góða stund sömuleiðis á eftir, þó að ég ætla ekki að koma á Ásvallagötu í kvöld. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og þá síðastur á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Ég var bara eitthvað svo óviss hvað ég getur sagt, ég vildi fá leyfi. En kæri forseti, kæru borgarfulltrúar, en aðalega kæra Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, í nokkra mínútur viðbót. Þarna ég get ekki annað en komið líka upp og hvatt þessa frábæra konu sem hér situr og brosir, og ég hef svo oft brosað og átt góð samtöl við Hildi, bæði utan borgarstjórnar sem og á borgarstjórnarfundum. Í stjórngerðis- og lýðræðisráði hefur við oft, skilið hvor aðra. Hún veit alveg hvað ég er að meina. Þarna er allavega, það er rétt sem hefur komið hér, ég hef líka verið alveg núna sérstaklega seinni hluta, minns hluta sem kemur að borgarstjórn, mikið vara. Þannig að við höfum átt líka samtöl það. Og þannig að ég er eins og Maggi, ég skrifaði fallegt á Facebooki hennar og birti jafnvel mynd af okkur, það voru mjög sætar, en mér finnst Hildur vera til fyrirmyndar sem stjórnmálakona, mjög staðföst, réttlát, ég er ekki alltaf sammála henni en það er líka allt í lagi, og eins og hefur verið komið inn á hér og aðrir borgarfulltrúar, að þá er þetta gleðistund. Ég samgleðst Hildi mjög að fara á nýjan vettvang og fylgist spennt með þér, og það verður stutt á milli okkar að fara og hittast á miðri leið. Og svo með leyfi forseta, að því að Hildur myndist á þarna, við byrjuðum að vinna saman þegar ég var hér á vettvangi Bestaflokksins, og þá talaði borgarstjórinn sem þá var hér oft þarna bókin veginn. Hér var oft talað taóisma og alls konar, og mér finnst alltaf, ég sakna þess að við að tala það, og þá fann ég alveg fullkomið, það er gott að heyra, og þá fann ég sérstaklega eitt kvót fyrir þig sem er bara fyrir þig og engan annan, með leyfi forseta og á ensku. The more restrictions and prohibitions there are, the poorer the people will be. Gangið vel. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Við berum upp lausnarbeiðni Hildar Sverrisdóttir borgarfulltrúa, þeir sem samþykkja það gefur merki. Eva, samþykkja? Já, það er samþykkt, samhljóma. Þá eru